En liðin að mætast hér í þriðju umferð Ólísdeildar karla í handknattleik. Ég heiti Þorsteinn Haukur Harðarson og ég ætla að lýsa leiknum ásamt Bjössinni. Já, Ingvar Þorkarsson hérna meginn. Gaman að vera með Þorsteinn. Takk sem leiðis. Herðu, við byrjum að renna yfir liðin og byrjum kannski liði gestana. Þá er það breyting á markvarðarpari Vals í þessum leik, en á milli stangara Vals í þessum leik munu standa Jóhann Páll Einarsson nr. 12 og nr. 16 Hlynur Mortens. Aðrir leikmenn eru Ari Freyr Gíslason, Atli Karl Backmann, Heiðar Þór Aðalsteinsson, Atli Már Bárusson, Vigníus Stefánsson, Bjarni Ófróður Valdimarsson, Alexander Örn Júlíusson, Sveinn Aron Sveinsson, Ímir Örn Gíslason, Anton Rúnarsson, Sigurvin Jarl Armansson og Markus Björnsson. Þjálfarar Vals eru að sjálfsögðu þeir Guðlaugur Arnarsson og Óskar Bjarni Óskarsson. Hjá Stjörnunni eru þeir Ólaður Rafn Gíslason og Sindri Pétursson sem standa á milli stangana. Aðrir leikmenn eru Ari Pétursson, Stefán Darri Þórsson, Hjálmtýr Alfreðsson, Sverrir Eyjólfsson, Garðar Benedikt Sigurjónsson, Brynjar Jökull Guðmundsson, Ari Magnús Þorgeirsson, Andri Hjartar Gretarsson, Guðmundur S. Guðmundsson, Ólafur Gústafsson, Finnur Jónsson, Dagur Snær Stefánsson, þetta eru þeir. Og hann lesa markmennina tvisvar. Já, þetta lítur vel út. Þorsteinn, hvernig spáir þessu? Ég ætla að segja að Stjarnan vinna. Já, mínar spár liggja þangað líka. Þeir hefðu bullandi séns á að vinna síðasta leik. Ég held að þeir séu stendir. Þeir voru klaufar að vinna ekki FH. Já. FH skoraði 5 seinustu mörkin í leiknum. Einmitt. Og já, Valsmenn fengu háðulega útreið hérna fyrir nokkrum dögum síðan. Gegn Selfyssingum, tappa með 13. Yes. Já, þetta verður ekki 13 marka sigur í aðra hvora áttina, en ég hallast að sigur í Stjörnunni, svo þegar maður lítur yfir Valsliðið hérna hitt upp og sér hópinn að þá er þetta galið að spáði með einhverju tapi hérna, en ég held að heimamenn hafi þetta í hörkuleik. Væri ekki bara strax komin ákveðin krísa í Valsliðið að vera búin að mæta nýlónum báðum í fyrstu 3 umferðunum og vera með úrslit af það? Jú, ég veit alltaf það. Þeir ætla sér vantilega stærri hluti en það. Það þarf ekkert að pæla í því hvort þeir ætla sér meira það. En auðvitað er nóg eftir og svo framvegis. En Valsmenn ætla sér að vinna henni í dag einmitt til þess að þú segir. Það er vont svona upp á lúkið að tapa fyrir 2 leikjum fyrir nýlum af fyrstu 3 umferðunum og eins og segja vera stiga laus eftir 3 ár. Það er ekki viðunandi fyrir liðið svo Val. Nú er nýr markmaður hjá Val, Jóhann Páll Einarsson, ungur strákur. Þú hefur verið aðeins í yngri flokkaþjálfun. Getur þú sagt mér eitthvað um þennan strák? Nei, ekki. Ég verða að taka á mig það að þekka ekki til hans. Hann er hárfagur, strákurinn. Hann er það, hann má eiga það. Ég ætla að gefa hann það. Hann er hárfagurri heldur en stórvinni minn og Valsarinn sem ætla að mæta á fyrrháleik hérna Baldvin Fróði Hauksson. Og ef hann er að hlusta á okkur að horfa þá bara skiljaði kæri hvað. Ég er að fara með honum í bíó eftir leikinn. Hvað að sjá? Sully. Þannig að Tom Hanks flugvélað bíóið lenda á Hudson River. Ef maður er búinn að læra eitthvað af öllum myndum sem Tom Hanks hefur leikið í, Castaway. Endar aldrei vel, en þessi endar vel. Þetta er byggt á sannsögulegum atburðum og hann bjargaði öllum. Maður á aldrei að ferðast með Tom Hanks. Nei, nema þegar þú ætlar að fljúga úr Hudson River. Já. Herðu, þeir eru klárir hérna. Anton og Jónas, leikurinn er að detta henni í gang. Stjörnumenn byrja með boltan. Þetta verður eitthvað. Ég ætla að segja lokatölur 24-22 fyrir Stjörnunni. Ég ætla að vera ekki mjög mikið skorað. Já, Stjörnumenn sækja hér. Óli Gúst hérna á miðjunni. Stefán Darri. Það er svona framfnikur hérna á nokkur leikmönnum. Já, segðu. Já, fnikur samt, ég ætla ekki að vera með neikvætt orð hérna. Eru 2, Garðar og Stefán Darri komnir, Garðar náttúrulega kominn heim, hann er uppalinn. Já, vissulega, en ég tengi hann alltaf fram, hann er búinn svona, kunni vel við sig þarna í Safamýrinni. Og hann byrjar að fá víti. Hann er líka gríðarlega örugg vítaskeyta sjálfur, búinn að vera að skora grimmt úr vítum það sem af er móti og ég er ekki nokkrum af hann klárar þetta víti líka kallinn. Algjörlega, það klára hérna Instagram myndina minna sem ég er að auglýsa leikinn. Svo er ég bara góður. Hlynur Mortens gegn Garðari. Þetta er öruggt. Garðar Sigurjónsson með fyrsta mark leiksins. Já.
Ég þoli ekki þessa mýtu sem alltaf að tala um að þú fiskar víta og getur ekki tekið það sjálf, þetta er svo mikið bull. Og hann að sanna hér Garðar, þetta toppmaður. Já, en ég meina, sjáðu gömlu legendin, Valdi Gríms tók aldrei víti sjálfur. Nei, þetta var bara eitthvað svona þetta var eitthvað svona búið til, eitthvað bull. Herðu, Valsmenn komnir í sókn, fallegasti maður veraldar, Alexander Júlíusson inn í vinstri skyttunni. Bara svo því sé haldið til að haga. Mér leist vel að. Og Anton Rúnarsson hérna, Ímir, gaman að sjá Ími, fáránlega skemmtilegur leikmaður. Sjá þetta. Gaman að sjá hann spila sókn eins og ég fylgst vel með honum í 20-landsliðinu. Þar var hann meira minni í vörn. Gaman að sjá hann. Hann er alltaf frábær og mikill varnarmaður og alltaf mikill læti, eins og sér hérna, alltaf mikill læti kringum hann og hann alltaf fekk rauktar daginn og það er alltaf vesen í kringum hann, varnarlega sem er gott fyrir hans lið, oftast nær. En hann er fárlega góð sóknarmaður. Gaman að sjá bræður líka í vörninni hjá Valsliðinu, Orri Freyr og Ímir Gísla Sinnir. Algjörlega. Það var Stefán Darri. Já, var heppinn hana. Heppinn. Það var svo dett í skrefin hana en vel gert, Orri beið eftir hennum. Ég hefði ekki nenni að lenda í Orra hana í þessari stöðu. Nei, ég held að það sé nokkuð ljóst. Stefán Darri og Óli, þetta er stór! Sérðu þennan mann? Þetta getur hann. Já, auðvitað getur hann þetta. Þú veist, fjandinn hann var í atvinnumennsku og hérna, þú veist, hann er búinn að spila í landsliðinu, hann er 2 metrar á hæð, hann er eins gott hann geti þetta. Já, líka gaman að sjá hvernig hann er að koma inn í þetta, búinn að vera meiddur í 2 ár. Já, þetta er frábært, ég meina, og það er ótrúlega gaman að sjá hvað eru margir atvinnumenn komnir heim. Deildin er hrikalega sterk. Já. Tveir í Stjörnunni, Simbjörn í markinu og Óli Gúst fyrir utan og svo erum við með Anton Rúnarsson hérna hinum megin sem er akkurat með boltan. Algjörlega, svo allir EIP-arnir, haukamennir, allir sem eru komin heim, þetta er rosalegt. Þetta er geðveikt. Það er með sér að fyrirundu atvinnum að með sér í KR í fyrstudeldinni, sko, Arnar Jón Agnarsson, þannig að atvinnumenn er svo sannarlega út allt hérna. KR-ingar konum með rosa mannskap í fyrstudeldinni. Algjörlega, Teddy og fleiri. Sjá þetta! Já. Ímir með 2 mörk, fyrstu 2 mörk Vals hérna í dag. Hann byrjar með látum. Já, ekki spurning. Skellti sér á bíburnum strákurinn og hefur náði kraftar. Það er bara svoleiðis, Linur Mortens, hann var líka á bíburnum held ég. Já, ég sá hann. Hann er fremsti maður á bíburn held ég. Það var einhver með hann á öxlunum. Já, það er ekki ólíklegt. Sjá Ímir hvað, hann ætlaði bara að setja 3. markið hérna á 4 mínútum en hann fekk fríkast hérna. Var ekki Magnús sem að brauta á honum. Nei, Guðmundur segi. Hvað kallar hann Magnús? Guðmundur heitir maðurinn. Bara svo séum við það allt á kristaltæri hérna. Guðmundur Guðmundsson. Já, Gumm. Rándýrt nafn í handboltanum. Rándýrt handboltanum. Æja, Anton Rúnarsson stýrir þessu. Sveinn í hóðninu. Sveinn kannski búinn að vera manna bestur hjá Valsliðinu. Já. Ég held að sé með einhver 10 mörka meðaltal leik. Já, hann er nú ofta stuglegur í því, góður í hraðaplöfum. Já, Óskar hérna að stýra þessu að bekknum. Óskar fekk nú fína kynningu frá kynni kvöldu sinna þegar hann var að lappin í salin réttur leik. Og hann leit ekki einu sinni upp. Nei, hann brosti samt, ég sá það. Já. Jæja, frákast hérna á Garðari, Stjarnan fer upp, Gummi. Skotið frá Antoni í stöngin á. Já, og Valsmenn vinna boltan. Og þarna er Anton 1-0 sjó og skorar sjálfsögðu. Þetta ávera svona 95% nýting í þessum færum. Jável meira. Valsmenn byrja ágætlega. Þetta er betra frá Val hérna fyrstu 5 minúturnar en í seinustu 2 leikjum. Já, þeir ætlaði að selja þessi dýr. Þeir náttúrulega, voru bara ekki klárir inn á Selfossleik. En ég held að sé nú alveg að þetta fullir það að þeir séu klárir núna. Annað væri bara fráleitt. Já. Stefán Darri. Já, brota honum. Anton Rúnarsson tekur það á sig. Einhver verður að gera það. Já, nú er Gulli að stýra þessu. Gulli og Óskar. Þeir stýra þessu saman. Skemmtilegt par. Já, þetta er svona fróðlegt samstarf. Ég er að fíla þetta. Stefán. Hann er að menna að grípa boltan. Já, heppinn hana. Finnur Jónsson sem missir boltan. Finnur, hann var nú í KR ekkert um hann eða ekki? Jú. Já, en hann er stjörnumaður. Þetta er Garbaðingur. Það er bara svo leis. Og hann er hérna fremstur núna Hjálmtýr. Hann er líka stjörnumaður. Mikið stjörnumaður. Og spila hérna fyrir framann. Sjáum hvað verður hér Anton og Ímir. Þá kemur Orri hérna út. Og boltinn á Ími.
Hann er sendið á bróðir sinn bara. Já, Finnur stóra bróðir. Já, ég eiginlega bara vona að mjög jákvæmt að þið sé að stinga upp hjá okkur. Við spáðum báðir stjörnu sigri hérna en við vonum allan að þetta verði leikur út í gegn. Síðasta leikur sem ég líst í þessu húsi var kvennaleikur hérna Stjarnan Hauka sem var einhver rosalastu leikur. Rosalastu síðustu 20 sem ég séð held ég bara. Já, voru Haukarlega 8 mörgum undir og vinnur svo megin. Stjarnan var 7 mörgum yfir á einum tímapunkti. Þegar voru 24-5 mínútur eftir eða eitthvað, eða 22 eða eitthvað og svo unnaði meinu. Já, það var rosalegt. Óli Gúst far hérna væna byltu. Leikurinn stoppaður, einhver fær guldspjald. Fyrsta gula spjaldið. Hugsanlega Alli Júl, hugsanlega hann að fá guldspjald fyrir að vera ofallegur. Fyrsta slíka spjald, ég held að bláa spjald hefur komið út af Alli Júl, út af þetta að vera fegurarspjald. Það trublandi áhrif á mótir hann. Já, ég meina, sérðu þetta? Þetta er astanlegt. Alli, ef þú ert að horfa á þetta eftir leikinn, ég líti upp til þín. Hann er ekki langt að sækja þetta, komin á einstaklega góðum genum. Segðu kinnbennin koma þaðan. Og Gummi. Já, dæmdur á hann boltinn hana. Anton eitthvað lengi að taka þetta. Með svona full lengi að taka þetta. Og þeir þurfa þá að slaka þetta aðeins. Það er konar trommur í húsið. Hvað hefur að segja? 50 manns? Hérna? Í húsinu? Það leina lási, ég myndi segja svona 70-80. Með gæslumunum, 80 allavega. Já, með gæslu og með okkur og með leikmenn ára konum við 100, það er bara svo leiðis. 100 manna leikur, það er jákvæmt. 100, vonandi 100 pluss að horfa heima. Nei, við viljum að sjálfsögða ef ykkur hefur tök á að koma á völlin, alltaf skemmtilega að mæta á völlin, þannig hvetjum alla að koma. Þið getur verið með okkur í eyranu líka. Þetta er vel spilað Hjálmtýr í gegn og já, glæsilega klárað á hann. Hjálmtýr er skemmtilegur leikmaður. Og ég vona að hann fá eitthvað gott hlutverk hérna í vetur hjá Stjörnunni. Já, þeir eru flottir strákarnir í Stjörnunni og það verður gaman að fylgjast með þeim. Þetta lið virkar á mig sem rosalega svona ólíks lið. Já, algjörlega. Þeir eiga heima hérna fyrst manni og hérna þeir eru komin með heimskassa markmann og Óla Gúst heim og svo bara góða leikmenn í þetta og fríkast. Já, það var ekkert dæmt. Dómarinn er ekki sammála og Hjálmtýr skora bara aftur. Já, kynninni fer að kostum hérna. Hann er nú þekktur fyrir að þessi félagi. Já, Óli Gúst að fá 2 mínútna brotthúsinu. Ímir sækir þetta nú. Gerði nú aðeins meira úr hreyfingunni en þetta var. Óli fær stundum svona svolítið að gjalda fyrir að vera frekar stór og sterkur. Já, þetta eru hérna sjakkafekt eins og við kallum það. Já, það er bara svo leiðis. Það má gera minna en það má gera meira af hann. Fekk 2 mínútna brottvísanir gegn sínum gömlu félögum í FH í seinustu umferð. Þannig að hann þekkir það ágætlega að fá brottvísanir. Anton gerir þetta vel, kemur hann út í horn á Svein og já, vel gert. Þarna klikkar Sveinn ekki. Glæsilega gert. Nei, satt. Hérna, Sveinbjörn byrjaði fyrir nokkrum árum að spila í stuttbuxum í marki. Er það búið eða? Ég ræddi þetta með hann eftir seinasta leik og hann er búinn að vera í buxum all tíma núna? Hann er búinn að vera í buxum núna. Hann er í sömu buxum og hann spilaði út í Þýskalandi. Já, er það ekki eitthvað skrítið? Nei, þetta er einhver hjá trú. Já, hann er í Adidas buxum og þeir í Jakko, já, ok. Ég er að fíla þetta, sant? En hann tók hérna nokkra leiki í Þýskalandi þar sem hann hendi sér á stuttbuxurnar. En hvað, finnst þú þetta bara betra? Það er víst fer eftir efninu. Hann fekk ekki nógu góða stuttbuxur hérna eða eitthvað. Hann er að reyna að venja sig á síðurma. 2 mínútna brottvísun hérna. Þetta er hárrétt. Já, mér sýndist það nú. Hver er það sem fara að fjúka? Það er Anton Rúnars. Já. Ég held reyndar að þetta hefði hugsað að vera Alli Júl. En þegar hann fekk hérna hrindingu allavega. Anton ekki sáttur með þetta. Menn eru alltaf jafn hissa þegar þeir fá 2. Já, þetta er ótrúlega. Það skiptir ekki máli hvað gerir, en þetta er glæsilega gert. En Hlynur Mortens sýnir á sér betri hliðina hérna. Þvílík markvisla hjá Gána. Já, þetta var mjög vel gert hjá Hlynni, en frábærlega spila á Stjörnunni og þeir komast í gegn allan með svona góðu línuspili, þannig að Einar Jónsson er klárlega ekki ánægður með nýtingunni og Garðari þarna. Nei, ég meina þetta er dauðafæri. Og línumenn gera þetta allt oft fyrst mér, taka bara skot svo strax. Það verður að gefa sig aðeins meir tíma, en Hlynur er ótrúlega klókur. Alli, Ímir hótar út í horn. Þetta er glórulega sending af Sveini. Já, þetta var bara léleg sending.
Það vantar alveg 30 cm upp á orðina þessum bolta. Já, allavega það. Og Guðmundur gegn Hlynur Mortens. Já, Hlynur að vera hvað, þriðja skotisettið eða eitthvað slags. Er verið að skjóta hann í gang? Já, ég meina hann allan að þetta var mjög vel varið. Hann þurfti ekkert að fara niður í þennan. Sem hann hefði leikandi gert fyrir sko 15 árum en hann, já, fleygði sér bara í þennan. Hann vantar ekkert upp á formi á Hlynur Mortens, hann bara svoleiðis. Hann spilaði hann eins og unglamp. Nú ertu ekki eldri en þið líður, er það ekki eitthvað slags? Jú, það er einhvern veginn þannig. Þannig að Hlynur Mortens er bara 18. Við erum báðir 18, ég og Hlynur. Líkillinn er líka að láta hann ekki æfa of mikið, sko. Já, ég meina þá var hann lélegur í leikjum. Það er okkur máli. Algjör óþarfi að æfa of mikið. Og Ímir og Alli Sveinn í hóðinu. Guðmundur honum til varnar. Handin er komin upp og Ímir með skotin það er Ég náði ekki eins í 6 sendingar, ég vildi fá 6 sendingar og regla 8-6 og eitthvað gerðist. Stórkostleg regla. Þetta er skref! Þetta voru þó nokkuð mörg skref. Já, hann tók allavega 2 áður en fór í hreyfinguna. Aldrei spurning. Já, það er gaman satt að sjá að þetta gerist líka í meistaraflokksleikmönnum. Nú var að þjálfa yngreflokkana og maður hugsa ok, þetta hefði nú verið betur gert í meistaraflokksleik en svo bara menn taka skref og tvígrip sama á hvaða stigi málsins það er. Jú, það er vist nokkuð ljóst. Gerist fyrir besta fólk? Segðu, maður er fann að sjá þetta á heimsmeistaramóti. Já. Þetta gerist alls þar. Guðjón Valur hefur minnst að tekja skref, það er bara svo leiðis. Það tvígrifið mynd á Nikola Karabatic í úrslitum Ólympíuleikana núna, mjög skemmtilegt. Hann er enda líka fengið einn af fáum sem við séum fá 2 mynda brottu sem er leikarskap. Já, það er ljónhart. Það er þetta frekar hart. Það er 12 mínútur liðnar hérna af leiknum, 12 og 16 á klukkunni og staðan er 5-4 fyrir Val. Þeir eru í sókn hérna, getur komist í 2 marka forystu. Þetta er betra valsleir með þeim síðan í fyrstu tömuleikum, það er ekki nokkuð spurning. Nei, þetta er svona valsliðin sem maður á að þekka það, ógeðslega góðir og svona massífir, solid. Ágætlega varur syns við er hjá Garðbæingum núna. Algjörlega. Reynar línningur, den lína orra. Koma stjörnumenn hratt. Óli á Guðmund og þetta klikkar. Reyndi hérna. Eru allir hérna komnir fram. Og vel gert hjá Antoni. Búinn að taka út 2 mínúna pásuna og svara með marki. 13 mínútur liðna, 4-6 er staðan. Og Valsliðið ætla sér að greinilega mikla og góða hluti í þessum leik. Ég er ánægður með það. Virkilega ánægður. Og stjörnumenn byggja hérna upp sókn. Ari Magnús Þorgeirsson kominn hérna inn í lið stjörnunnar. Hann er náttúrulega þriðja atvinnumæðurinn hana sem er snúinn heim. Já, fyrsti hérna leikburinn hans Ara í vetur. Já, en Ari er hörku leikmaður. Já, það vantar kannski helst upp á örvenda menn hjá stjörnunni og jákvæmt fyrir að vera að fá Ara aftur inn í þetta. 2 mynda brottu sem fyrir að halda hérna á Svenna, hann er alls ekki sáttur með þetta og leikur eftir hreyfingarna sem Anton gerði. En þetta er hart tekið á mönnum hérna. Svenni kemur inn út af og Sigurvin Jarl Ármannsson gerir sig kláran í hann. Já, hann er að fara að koma inn á í sóknuna. Ari á Guðmund, Óli, nú fyrir hann upp, nei, inn í hotna á Finn. Góð sending á Finn sem að setja bara gólfið yfir. Setur hann nú fast í gólfið? Já, þetta var eitthvað svona panikskot. Vel gert hjá Hlini. Já, mjög vel gert. Bubbi með þetta. Stjarnan Valur getur komist í 3 marka forystuðina. Alltaf gerast hérna í tæknimálunum. Atli Már. Fríkast. Valsmenn enda innum færri. Sigurvin kemur niður hægri skyttuna. Áhugavert að svo mörglega hafa verið að gera að bregða þar að taka markmannin út á manni fari. Valsarar hafa látið það ógjert enn sem komið er. Ég er alltaf guðslifandi feginn að hafa markmann inn á vellinum. Já, ég sammála því. Ég bara vil hafa markmann inn á. Mér finnst það skrítið allt saman en ég breyti því ekki í dag. Höndin er komin á loft. Já, þetta er annað skipti sem hún kemur. Klúra boltarum og Hjálmtýr að setja sér 3. marka eða hvað?
Já. Bubbi var í honum. Bubbi kom við hann en Hjálmtýr í góðu stuði hérna, komið 3 mörk. Hann að minka munni í 1 mark hérna. Nú taka Bubba út af. Og þá er Skurð Goðið komið inn á. Alexander Júlíusson. Já. Huggulaug sem aldrei fer. Og þá kemur Anton og sækir hérna á Stefán Darra. Ímir setur hann á línu. Nei, þetta var hann Atla Báru. Já, Atli Mári kom inn á. Vanur að sjá Orra lúra hann á línunni. Já. Új. Þarna voru menn frekar tæpir en Það má hika aðeins. Já, vel gert. þetta er Brynjar Jökull Guðmundsson sem er að koma sér á blaði hér með sínu fyrsta marki. Já. Þetta er gæði sem er fæddur til að vera línumæður. Já. Hann er svona línumannslegur að vexti. Algjörlega. Já, hann er hérna og ber sitt hlutverk bara vel. Já, Og svo er hann með old school svona lífar á njánum, ég er að fíla það. þetta viljum við sjá. Já, þetta er svona gamla lúkið. Svo að þið varst að tala um Valdimar Grímsson hérna á hann. Já. Jæja, Anton. Ekki dæmt og Finnur kominn í hraðaplaup. Og hvað var hann að gera? Þetta var kæruleyslega gert. Þetta er í annað skipti í leiknum sem hann klikkar á góðu færi. Og hann er Alli Klaufi að senda boltan og seintan út í hornið. Hvað var Finnur að gera? Finnur sveifnast inn í markið og ætla bara að sleppa honum. Hann gerði þetta allt auðvitað fyrir liðin í markinu. Já, Bubbi þetta bara að bíða, eins og hann að gera. Já. En vel gert hjá Hlynni Mortens, engin spurning. Sveinn búinn að taka út sína refsingu og 6-6 hérna. Jaft í liðum og jaft á tölum. Já. Alexander. Það er búið að flauta á. Alli þarna smá hissa að fá ekki að klára hreyfinguna. En það var visslega búið að brjóta á honum. Alli Júl. Anton Rúnarsson. Hann fer ekki fram í að Stefáni Darra. Nei. Höndi kom upp enn og aftur. Valsmenni ég er smá erfiðleikum mínu sóknarlega. Átan skref á Ími. Við skulum samt gefa Bubba eitt varum bolta svona fyrst hann var fyrir honum. Það var Guðmundur og hinum megin er Hlynur Mortens. Vel gert. Eins og kortur í markinu. Fljótu niður. Virkilega vel gert hann hjá Hlynur Mortens. Já, kemur Valur aftur í sóknina í stöðunni 6-6. 18 mínútur liðnar á leiknum. Þetta virðist ætla að vera leikur. Já, þetta stefnir bara í hörkuleik eins og staðan núna. Mér minnir að ég hafa sagt 24-22 hérna fyrir leik. Já, þetta geti enda með því. 2 minna brottusun hérna á okkar mann. Þetta er Brynjar Jökull Guðmundsson. Já. BJG eins og við kallum hann. Jú. Jæja, þá eru Valsmenn einu fleiri hérna. Sjáum hvort þeir ná að nýta sig það. Síðustu sóknir hafa verið erfiðar. Þeir voru 6-4 yfir hérna rétt á hann. Og staðan er 6-6. Ímir gegn og... Sjá! Sveinbjörn Pétursson. Bubbi át þennan. Svo tölum nú meira um menn sem heita Bubbi. Já, það er kannski smá óþægt þessu báði kalla Bubbi. Þannig skulum reyna að halda okkur Sveinbjörn á hliðinu, ég veit það ekki. Þannig að fólki heima, ég veit það ekki. Eða Bubbi bara, mér er alveg sama. Þetta var vel gert, hann óðarn út á móti hérna í mig og lokaði. Ég veit að mamman Sveinbjörn það þolir ekki að hann sé kallaði Bubbi, þannig við skulum halda okkur við Sveinbjörn hérna. Já, ég ætla að kalla hann Sveinbjörn, alfarið. Og ég ætla líka að kalla Hlynur Mortens Hlyn. Já. Svo að verði engin ruglingur. En Stjarnan hérna í sókn, 6-6 er staðan, 90 mínútur liðnar. Ari, já, Ímir sterkur hann að beint út. Ég var beðinn að gefa hérna shoutout á dóttur mína. Segja hæ Bylgja í mikrofónu og hæ Álveig svo hún geti farið að sofa. Já, mjög gott. Það var það frá. Já, fínt að koma þessum börnum frá. Herru, núna til þess var ég ekkert að horfa á markmann og ég hugsa bara, akkur eru hérna Stjörnumenn 6 í sókn, þeir eru manni færri. Svo sagði hann að markmann var út af. Þessi er réttur. Þannig að... Æ, nú er að tellja sendingar, varstu nú að tellja sendingar að það eru höndu fóru upp eða? Nei, ég vissi ekki. Nei. Nú veit ég ekki hvort séu 2 sendingar búnar eða 4 eða... Þú veist, það er 1 eftir eða...
Já, alltaf er að vitast höndin ennþá uppi. Verjast hraustlega hérna. Já, það eru brjálaðir hérna varnarmenn Vals. Garðari beðnum að stíga þessu utar. Nú fyrir Óli bara upp. Og já, þeir ætla Hvað er að gerast þetta? Nú lítur þetta að vera sending og skot. Þeir fá alltaf sending og skot, þó þessu 6 sendingar búnar. Hvað er í gangi? Hann lyfti sér ekki einu sinni upp. Það heyrist ennþá í stönginni. Eins og ég sagði hérna. Þetta var geggjað. Eins og ég sagði hérna snemmileiknum, þetta getur hann. Vá, ég bara, já alltaf orð, þetta var hrikalega vel gert. Þetta var sem svo að í yngri flokkunum eða eitthvað risastór tekur bara skotið. Þetta var svakalegt og í millitíðinni þegar við erum að ræða þetta og skora hérna Sveinn Aron. Jafnar í 7-7. Þetta var í fyrsta sinn í leiknum sem Stjörnumenn komast yfir. Já, og hérna nú eru þeir komnir, já hugsanlega í smá bílstjórasæti hérna. Ari Pétursson kominn inn á hérna á miðuna. Já, Ararnir stýra þessu. Og Óli Gústafn vinstra megin. Þetta var svakalegt skot. Hvernig ég meina að verjast þessu? Þeir verja hann ekki annars. Nei, það er erfitt. Og Ari og Óli. Ari og Óli. Ólafur greinilega fullur sjálfstraust eftir Já, eðlilega. Hamrar honum í slána núna. Klálega. Réttu það bil sem stöngin var hægt að hristast, þá setur hann í slána. Já. Og þetta er líka þannig mörkin í Garðabænum, þetta er svona einhver málmur einhver, það heyrist miklu hærra í þessum mörkum heldur en venjulegum mörkum sem eru 3 mörk. Þannig að ég veit ekki hvort það er gert þetta til þess að fá þetta effekt hérna inn. Það heyrðist í þessu út á bílastæði sko. Bara, þetta var rosalegt. Jæja, 7-7 staðan, 8 mínútur rúmar eftir hérna fyrir áleik. Og Anton út í hotfærin aftur. Og Vignir í vel gert þarna, já, Sveinbirni Pétursinni. Vignir fór hann inn úr fínu færi. Þetta var samt svolítið þröngt. Já, en hann gæti alveg, ég sé hann skora úr svona færum. Vel gert hjá Linni Mortens. Við erum hinum meginn frá Garðari. Markmennir að eiga, hvað er að gerast? Og aftur fær Garðar séns og hvað er að gerast? Gamli kallinn stendur fyrir sínu. Linni Mortens, hvað er í gangi hérna? Hvað ætli sé eiginlega að, Þorsteinn? Maður spyrir sig, þeir eru búin að taka Garðar úr jafnvægi. Hvað er í gangi hérna? Linur lokar þessu hreinlega hérna. En bolti fór í innkast og Stjörnumenn fá boltan, geta komist aftur yfir. Fengi nú aldeilis tækifæri núna en... Já, búin að fá 2 góða sénsa. En Linur Mortens sá við þeim. Ari, hann fyrir bara upp. Og býður og skorar. Hann sveif í loftinu í svona 5 sekúndur. Þetta var mjög vel gert. Maður kemst bara í stuði að hlusta á vallaþölnina. Jú. Áfram með fjörið, sagðan. Já, áfram með smjörið, ég veit það ekki. Ég heldur hann satt áfram með fjörið. Það skiptir ekki öllum máli. Nei. En 8-7, Stjarnan komin aftur yfir hérna. Í annars skipti í leiknum. Komist í 7-6 og nú er staðan 8-7. Mér sýnist Gulli þjálfari Vals er farin að munda tímaspjaldi. Já. Hann er farin að... Já. Það er ekkert rosalega mikið eftir að fyrirháleika, 7 mínútur og ef menn vilja breyta einhverju þá er kannski um að gera það næstum 2 mínútum eða svo. Anton, þetta er glæsilega vel gert. Anton Rúnarsson, fílíkur maður, þetta var virkilega vel gert hjá honum. Hann hefur svo sannarlega orðið betri í atvinnumennskunni. Lærði mikið í Danmörku og Þýskalandi. Já, bara engin spurning. Topp eindags, staðan er 8-8 hér. Rúmlega 6 mínútur eftir að fyrirháleik, 23:50 klukkunni hérna að detta í. Vel gert þarna, Ari fær plás. Vinnur fríkast þarna. Þetta var vel útvægt þarna, Garðar kom bara aðeins inn og... Þetta var vel gert. Mjög vel gert. Fekk nóg plás þarna og gegn slakari markmann hefði nátt séns. En hann var ekki að fara að skora þarna á Linni Mortens. Þeir vinna þetta aftur saman 2. Vignir fær 2 mynda brotið. Þýstur fer aðeins í andlut á honum sýndist mér. Já, og bara veit þetta sjálfur, hann var ofinn bara rakst í henn, svona gerist. Engin ásetningur í þessu svo sem. Nei, og bara líka fínt að menn takið því bara að hlaupa út af. Óskar aðeins að siðan til þarna. Jæja, Ari og Stefán Dari og Ari hinum megin. Jú.
Það hann var inn í teig, gátt ekki fengið ruðning á þetta. Ég mjög sammála Antoni. Anton ekkert að dæma handbolta í fyrsta sinn, veit alveg hvað hann syngur. Já, þetta stóð sér hrikalega vel á Ólympíuleikunum. Þeir gerðu það báðir, Anton og Jónas. Þeir gerðu það og að standa sig áfram vel hér. 9-8 fyrir Stjörnunni hér í hörkuleik í Mýrinni. Valsara manni færri og taka markmann út af, Orri kemur inn á. Gaman að sjá Heiðar Þór Aðalstinsson komin í Valstreyju. Akureyringurinn. Já, Jónas tekur á sig að flauta þarna. Já, hann veit að þetta var ekki rétt, það var flauta á að snemma. Hann gat ekki vita, boltinn var á leiðinni beint á Bubba, Sveinbjörn Pétursson. Já, þetta búið að gert. Valsmenn halda áfram og hættir að pæla þessu. Og Alex. Og það var, heppnin á frákastunni því að það var engin markmaður hjá Val inn á, þannig að þeir hefði getað skorað yfir allan völlinn. Sveinbjörn var þetta vel en boltinn beint aftur til Alexanders. Já, Stjarnan hefði alveg getað náð þessu frákasti. Þeir voru ekki bara ekki alveg nóg vakandi þarna. Og Alexander aftur. Höndin komin upp. Og Sveinn fyrir gegn. Og Sveinbjörn verð. En það innkast. Þeir búin að vera lengi sóknar á Valsarni ná skotum á marki, þannig að þeir eiga nægan tíma. Þeir fá alltaf tíma til að byggja upp nýja sókn. Báðir markmennir að koma skemmtilegir núna. Já, bara búin að eiga flottan leik, báðir, það er satt. Bubbarnir tveir, Sveinbjörn og Hlynur. Jú. Og Alexander og Anton setur hann yfir á Svein og höndin kemur núna upp aftur. Og Bubbi, Sveinbjörn. Stjörnumenn þurfa að vera vakandi fyrir frákastunum. Þetta í annars skiptið sem að galoppi frákastunni fleygir sér ekki á. Hann hefði átt að taka þetta. Andri Hjartar. Andri Hjartar, hann var fljótur að ætla í hraðaflöpi. Já. Nú fá Valsarar, fjórða síðan sinni í þessu sókn á að jafna leikinn. Höndin aftur komin upp, við erum rosa lengi sókn. Og þarna boltinn dæmdur aðeim, leikleysa og Stjörnumenn geta náð að tveggja marka fórusti í fyrsta sinni í þessu leik. Ég veit ekki hvort það hefur búin að 6 sendingar eftir að höndin fóru upp. Alla sendingar voru í 8 marki, skilur við. Já, maður velti fyrir sér. Það var dæmt sóknarbrot, ok. Sverrir Eyjólfsson mættur á línuna hjá heimamönnum. Uppalinn Garbaðingur. Flottur, hann er alltaf mjög duglegur. Sonur Eyjóls Bragasonar fyrrverandi þjálfari Stjörnunnar. Það er hann að mál. Já, ég vissi það ekki. En þá stekkur Ólafur Gústason upp og skorar. Og kemur heimamönnum í 10-8 en að 2 marka muni þegar 3 mínútur eftir fyrri hálfleik. Þessi fyrri hálfleikar eru liðað sér hratt, Þorsteinn. Já, þetta er skemmtilegur leikur. Við byrjaði bara að lýsa þetta fyrir svona 10 mínútum, max. Þessi leikur er mjög skemmtilegur. Það er engin leikli og enga tafir og það er bara stemning í báðar áttir. Ég er að fíla þetta. Anton og Alexander og okkar maður á norðan. Og boltum til hotn. Farði í gegn, strákur! Hann var eitthvað tvístígandi þarna við þetta. Hann hikaði þarna, hann átti að fara beint í gegn, strákurinn. Já, ég vil að sjá hann vinkla sér í gegn, hann er mjög góður hotnamaður. Já. Þá er það Alexander á Anton. Hann inn í línusendinguna, það klikkar enn. Hann Orri, hann er grimmur. Vel klárað þarna. Vel klárað í Orra, 10-9. 2 mínútur eftir einsmarksmunur, 2 mínútur eftir að fyrra hálfleik, 28 mínútur liðin á leiknum. Einar Jónsson eitthvað aðeins að agnúast yfir sem brosir síðan. Hann er búinn að rólegur. Óvenju rólegur, því að það býr mikið skap í litlum búk. Já, það springur eitthvað í seinna hálfleik, það hlýtur að vera. Einsmarksmunur, sjáum hvað 90 sekúndur viðbót skil okkur hérna. Enda ekki búið að taka leikli. Nei. Enda kannski ekki beint ástæða til. Það var kannski tímabúndur fyrir Valsmenn áðan. Fyrir svona 10 mínútur síðan. Það var nú gaman fyrst við erum að tala um Einar Jónsson af því að hann lappar fram og tilbaka á bekknum allan leikinn. Já. Ég væri til í að setja skrifamálir á hann og sjá. Já, hann lappar örugglega 5-6 km leik. Allavega það. Það er ekki spurning. Óskar Bjarni lappar aðeins minna. Jú. Hann hefur svolítið látið Gulla sjá um. Já. Gulli stýrir löppunum. Stjörnumenn missa boltan hérna. Þetta var klaufalega gert. Já, ég sammála því. Tala betur saman og Valsmenn fá nú tækifæri til þess að jafna leikinn. Já, það er gaman að fá þetta inn 10-10 og undirstrika hvað þetta er mikill hörku leikur og jafnleikur. Og allir þessi leiki Þorsteinn í þessari deild eru
Já, gefa tilefni til þetta upphafið að allir leiki verði jafnir og erfiðir. Já, engin leikur unni fyrirfram. Nei, það er bara þannig, margir hefðu nú til dæmis spáð að Valur myndi allt yfir Selfoss á heimavelli svona fyrir tímabil, en sagan segir okkur annað. Stefán Arnarsson er klóku þjálfari. Engin spurning. Heiðar og Andor Rúnarsson 20 sekundur, glæsileg setti! Vel spilað, Heiðar í gegn. Já, vel gert, þetta var fárlega vel gert. Heiðar klárar þetta vel gegn framhjá sínum gamla liðsfélaga fyrir norðan Sveinbirni Pétursinni. Þetta var vel gert þannig var þetta ekki Baldvin og Anton. Heyrðu, þeir tapa boltanum strax og Valsarar, þeir ná ekki Valsarar reiðir yfir því að Stjörnumenn koma boltan til að fleygja boltanum frá sér. En staðan er 10-10 hérna Þorsteinn eftir 30 mínútur af skemmtilegum handbolta. Já, þetta er stór skemmtilegt og koni vel yfir 100 manns í húsið. Það styttist í að það þurfi bara að vísa fólki frá, sýnist mér. Já, það verður uppselt inn í seinni hálfleik. Ef þið eigið leið í Garðabæinn á hvetju ykkur eindregið að kíkja hingað í Mýrina. Hörku handboltaleikur, 10-10 staðan. Ef við svona rétt árum fyrir mig hlið, hvort liðið heldur að sé ánægðara með stöðuna? Ég held að séu bæði jafn óana því að bæði liðin hefðu geta verið í miklu betri stöðu. Valsar voru á hann í 6-4, hefðu alveg geta komist lengra og lengra og Stjarnan á hann komið líka í góða stöðu og hefðu geta með smá varnarfrákostum komist í ennþá betri stöðan. Ég held að bæði liðin séu jafn fúl. Það sé ekki rétt. Já, við tökum okkur bara, er það ekki örstuð hlið, þetta er eitthvað svona 7 til 9 mínútur og komið síðan fáránlega sprækir. Réttu og reitt kaffibolla og svo komum við ferskir inn. Það er bara svo leist, takk í bili.
Já, verið velkomin með okkur hérna í síðari hálfleikinn, leikurinn nýhafinn, 10 sekundur búnar og já, Þorsteinn Haukur skrapp á klósettið. Málin nú ekki flóknar en það, þannig ég verið hérna einn með ykkur til að byrja með, hann kemur örugglega vörmuspori, Valsmenn í sókn í þessum gífurlega skemmtilega leik hérna, 10-10 staðan í hálfleik. Alexander Júlíusson, Svenni kominn inn á miðuna, Anton í vinstri skyttuna. Stefán Darri spilar hann að fína vörn. Valsmenn ennþá í sókn, 45 sekundur liðnir á síðari hálfleik. Höndi komin upp. Og Anton skýtur hann í vörnina. Og hvað gerist? Og Sjálin Mortens enn og aftur. Valsmenn taka frákastið, velkomin til leiks Haukur. Þorsteinn Haukur, hvað að gerast þetta? Þorsteinn Haukur Harðarsson mættur. Haukur í horni. Eins og fyrri hálfleikurinn var fljótur á liða, þá var... Þú með hærri stól en ég? Ég held það. Okay. En eins og fyrri hálfleikurinn var fljótur á liða, þá var leikliða líka... Á rosa, við fórum fram í hálfan kaffi, tilbaka og þá var þetta búið. Það er fínt, þetta gengur allt rosalega hratt hérna. Við erum komin heim snemma. Já, komum snemma heim, ég kem snemma í bíó. Og Heiðar, hann fyrir gegn og Sjá þetta, Sveinbjörn Pétursson byrjar síðan hálfleikinn eins og hann endaði þann fyrri. Og Linur Mortens sömuleiðis. Þetta er leikur markvarðana eins og staðan núna 10-10 staðan. Þeir eru flotti báðir tveir. Já, ég meina, og eru bara að sanna gildi sitt hérna algjörlega. Já. Smári, tækni, tröll eitthvað hérna aðeins að snirtan Þorsteinn minn. Ég held áfram að gera einhverja glóríur í tæknimálunum. Já. Herri, ja, Guðmundur sækir Ari og boltinn inn á línu og það er skotið yfir! Þetta var svo vel gert þangað til að Garðar sett hann of snemma hann í gólfið. Við erum að bíða svolítið eftir fyrsta markinu hérna í seinni hálfleik. Já. Og það er komið. Já, vel gert hann Ímir byrjar seinni hálfleikinn eins og hann fyrir, hann skoraði fyrstu mörk leiksins á hann. Já. Þetta heldur áfram þannig að liðin ætti að geta skora ótrúlega mikið. Það eru fína varnir hérna og já, kannski aðeins erfiðara hjá báðum liðum gegn í uppstilltum sóknarleik öll heldur. Já. En það komið sem á stemning í húsið og Valsmenn komin yfir aftur. Sjáum hvað verður í framhaldinu. Leysir Hjálmtýr inn hérna. Guðmundur og Ólafur. Og Garðar býður að þetta boltanum fékk hann aldrei. Já, stemning á Valsbekknum hérna. Það er ekki mikla hrókaringar, þeir eru hvað? Já, þeir eru nú 10 sem að... Já, ég lík þeir eru 11 sem búin að spila, ég er hættur að töða þessu. Já. Guðmundur. Óli, nú fyrir hann upp og... Ég held að þessi var sigl í samskiptin. Og reyndar Stjörnumenn fljótið tilbaka, Guðmundur stoppar þetta. Góð Guðmundi gegn Sveini. Og það er taka á fríkasti í róleitum hérna. Það er ekkert að drífa sér stilla upp, enda engin ástæða til. Það er bara mánudagskvöld og allir splungu ferskir. Það er nokkuð ljóst, menn eru ekkert að drífa sig þetta. Nei. Orri, Svenni. Og Alexander. Já. Það er kannski ekki úr vegi að kíkja á stöðuna í öðrum leikjum. Endilega. Andri Hjarta var hann á 2 mínútna brotthúsun. Já. Afturöldingar 16-8 yfir gegn Fram. Já. Haukar 15-12 yfir gegn Selfossi fyrir austan og Grótta er að vinna FH 15-12 í hálfleik. Já, þetta eru 2 hörkuleikir allavega og þá 3. hörkuleikun hér og kannski auðveldara fyrir afturöldingu. Þeir eru að gíra sig þarna í góðan leik. Herru, Valsmenn geta komist í 2 marka fórustíðina, boltinn út í horn á Sigurvin Jarl. Sigurvin, ég held ég að kalla hann Baldvin í náðan. Þetta er vel gert. Sigurvin, já. Ármannsson. Sigurvin. Þetta er vel gert og góð sending út í horn og vel klárað. Eins og í fyrra hálfleik þá eru Valsmenn að byrja seinni hálfleikinn af krafti. Já, þetta bara byrja næstu alveg eins og fyrra hálfleikinn. Og 10-12 er þá staðan, Valsmenn 2 mörkum yfir. Rétt nákvæmlega 4,5 mínúta sem Stjarnan hefur ekki skorað núna í seinni hálfleik. Já. Hljóta ætla að fara að breyta úr því núna. Guðmundur á Óla. Reyna ennþá línusendingu á Garðar en... Það voru 3 að brjóta á hann hana. Það er 3 manna verk að stoppa hann. Já. Þetta var Alexander, Ímir og Anton Rúnarsson.
Slúður kóngurinn eins og ég vil kalla Garðar. Já. Skrifar slúður í síða herta daginn og spilar handboltakvöldin. Það er ekki amalegt starf það. Nei. Ó, höndin er komin á loft og búið að flauta aukakast. Allavega 2 sendingar komnar. En það er spurningar sem er sendingarna, það verður að gerast hratt. Þú mátt ekki bara drippla og hanga boltan, þá bara fara þetta á leiktöfuð ekki eins og vennilega. Jú, og Óli, hann fyrir upp. Aftur er það stöngin, maður! Það heyrist ennþá í stönginni. Hlynur Mortens reyndi. Hann lagðist og hann reyndi, en bolti fór samt í stönginu inn. Þetta var alveg... Og við erum að heyra óminn af stöngin ennþá. Þetta er eins og maður kallar hnýtmiðaskot. En hvað er að þessu manni? Þetta er rosalega. Óli Gúst er, já, sanna gildi sitt hér. Ekki það einhver að efast það, en gott fyrir hann að... Já, hann heldur svona áfram, held ég að þessi ljóstan stoppi stutt við. Já, ef hann er í góðum gír og í góðu formi og líkaminn í standi, þá er honum allir vegið færir. Og hann með þrálát hnémeiðsli sem hann virðist svona að vera trist af sér. Já, nú er hann bara með ökklahlífar. Og halda er hérna... Þetta á slögsendingin á hann út í horn á Heiðar. Já, já. Þannig töpuðu boltanum og Stjarnan getur jafnað. Við viljum endilega fá sem jafnastan leik, hann er vonandi að þeir jafni hér. Ari. Fyrir leikinn. Ólaf, Guðmundur. Hann heldur boltanum. Nei, þetta var... Hann skaut í mjöðmina hann á Orra. Þetta er eitthvað frekar klaufalegt hérna. Já, þetta er svona full erfitt hjá Stjörnunni, sóknarlega núna. Endar með því að Valsmenn vinna boltan, geta aftur komist í 2 marka fórustu. Já, 11-12 veist staðan. 6:40 á klukkunni, 23 og 15 núna eftir. Einar Jónsson bara skilur ekkert í sínum mönnum. Nei, þetta er... þeir voru með svo fín tök svona síðustu 10 mínútur í seinni. Hliðið verður ekki farin og vel í það, vel gert hjá Alexander. Hann er ekki bara myndalegur, hann er líka góður. Það er hárrétt, það er nákvæmlega málið. Nákvæmlega málið. Það er óhætt að segja að maðurinn á efri hæðinni er gefið með báðum höndum. Já, það er bara svoleiðis. Ég ætla að leyfa þessum orðum aðeins að lifa hérna, áður ég segja eitthvað. Já, þá er það komið og Guðmundur, Alexander stoppar hann hana. Sjá þetta musteri. Ari og Guðmundur og Óli Gúst. Hanga hann í treyjun á honum og hann finnur hann eitthvað til. Já, hann við erum haltur að heyra nýbúin að velli. tala hvað hann sé í miklu hörkustandi. Fengi eitthvað högg þarna. Stefán Darri kemur inn á fyrir hann. Það hékk í honum hann heilengi. Einar hann vildi fá eitthvað fyrir peysut og ég er svo sem alveg sammála því að það nú alveg verið mátt setja einhver refsing á þetta. En hvernig það? Þýðir ekki nýju reglurnar að hann þurfa að hvíla núna 3 sóknir? Hann fekk ekki aðlýningu. Garðar og núna skora Garðar. Já, hann fær aðlýningu inn á vellinum. Já. Garðar að skora í sitt annar mark, búinn að fara illa með þó nokkuð færi í leiknum. 12-13. Mikilvægt fyrir Garðar að komast aftur á blað. Algjörlega. Já, heyrum söng. Svona míní-útgáfa Silfurskeiðinni mætti Já, þetta er... TM höllina hérna í Garðabænum. Þetta er Silfur Teskeið, það er bara svoleiðis. Getur haft áhrif á mætinguna þessum leika. Kallalið Stjörnunar að spila heimaleik í fótboltanum núna kl. 8. Já, það er rétt hjá þér. Það er hár rétt hjá þér. En Stjörnumenn vinna boltan. Já, Garðar. Línum ára aldrei að drippla fyrir út á púntalínu, það er góð regla í handbolta. Nákvæmlega. Stefán Darri keyrir hérna í gegn og fær svona frekar þétta móttökur. Það var fín skipting hérna hjá Sigurvin. Hann hérna sprett út á og stappa niður fótunum. Sama er náttúrulega góð textur, góð jólulagi, en það skiptir ekki máli. Jú. Æja, Stjarnan með boltan hérna geta jafnarleikinn í 13-13 með góðri sókn. Sjáum hvað setur Stefán Darri. Stefán Darri ekki ennþá komin á blaðið þessum leik. En það er hins vegar að fiska. Ímir fer út, er þetta annað skipti? Ég er ekki með þetta skáðið hjá mér. Ég held þetta sé í fyrsta síðan sem Ímir. Já, það er örugglega rétt. Fyrir kælingu. Það er í fyrsta skipti. Það var drullu pirrandi, mér varst það að vera rétt. Óskar Bjarni huggar hann. Já.
Og hvað gerir Stefán Darri? Léleg sending. Sjá Heiðar. Og Heiðar. Hann er kominn galopinn. Og Já! Þvílík markveisla hjá Bubba. Sveinbjörn Pétursson. Hann átt hann. Já, ég meina, já. Heiðar fekk bara of mikinn tíma þarna. Glæsilega markveisla að sembinni þarna. Já, og Valsmenn vinna síðan boltan. Það hefði verið gaman fyrir Sveinbjörn ef hann hefði náð að skoppa út af þarna, sett aftur fyrir endalínu. Jú, Valsmenn halda boltanum. Útkast, já, rétt. 10 mínútur liðnar á seinni hálfleik, 20 mínútur eftir, einsmarksmunur. Valsmenn einu manni færri, búin að taka markmannin út að þeir eitthvað. Heiðar Þannig að Heiðar að fara í gegn, þannig að þetta er aðeins. Þannig reyndi Anton að tróða sér hérna í gegn, smá hnoð. Bubbi var þeim búið að fluta. Sveinbjörn Pétursson fyrir ekki. Upp og svinu minn Sigurvinn kominn inn á. Hann er að sporta hérna fótboltasokka, svona semi. Já, þetta er svona Gústa Jó-típan. Uppháir og kyndingar, við erum að fíla það. Það er hérna, ég sá að HK kvennalið, þær voru nánast allar með uppháa hérna daginn. Ég er að fíla það í tætlum. Þetta er trend. Guðjón Valur fór að taka þetta núna á EM, það var reyndar eitthvað. Já, það er með svona hita bíó. Kálfastuðningur sko. Já, en ég vil bara sokka, ekkert eitthvað kálfa bíó, bara sokka. Bara sokka, helst í konar lit, já, hvítt eða, það verður hvítt, gult, bleikt, óháð búningnum sko. Bara eitthvað skært og skemmtilegt. Aðeins að krydda þetta. Engin spurning. Nein, hann bara. Það er bara svo bótt, hvað er að gerast? Og Ari Hjartar. Já. Andri Hjartar fyrir ekki. Andri Hjartar. Það var eins og bolti var heitur hérna hjá hérna Alexander Júlíusson. Hann bara, shit. Það við vantaði eitthvað upp að harpixi þarna. Já, þetta var eitthvað. Andri skorar ekki mikið auðvildar í mörg á ferlinum. Er ekki 13-13 hérna? Þeir eru eitthvað í vesinin og ritaraborðinu en 13-13 í staðan en já, þeir eru eitthvað ekki að setja mark á töfluna. Samkvæmt útsendingun okkar er staðan á 13-13. Já, það vantar hérna á töfluna í húsinu. Við óskum eftir því að þeir klári það hér og nú. Vilhjálmur Bjarnason, útsvars Vilhjálmur, hlýtur að setja þetta núna rétt. Já, þetta er komið núna, syns mér. Hann klikkar ekki frekar fyrir daginn. Nei, þetta er ekki ennþá komið inn. Jú, hann er þetta komið. Visku brunnur hann Vilhjálmur. Já, engin spurning. Svolítið svona kvartvís og skemmtileg læti í honum. Jú. Allan í denni útsvörnum þegar ég nefndi að horfa. Það eru nokkur á síðan ég hætti að horfa. Jæja, Alexander og Svenni bjögust við mannan í horninu sem var nýbúin að skipta við Hlinn Mortens í markinu. Já, nú fyrir höndunum að fara upp. 10 sekundur í mannin hjá Val. Þá var það annarkvæmt Orri eða Sigurvinn sem hlaupa hann inn á. Vigni búinn að vera góður í pásun núna. Heiðar tekið hans stöðu. Sveinn reynir að fara gegn. Já, höndin er uppi og Orri kemur inn á. Það bara þarf hann að fara upp og skjóta og þetta er æfingabolti. Akkur þurfti hann að skjóta, hann gæti hann að senda til liðar. Þeir hafa nokkra sendingar að því gefnum sér að sækja markið. Og Línur nálægt til að vera einum einn. Andri Hjartar. Stjarnan komin yfir aftur. Já, 14-13. Þetta er kaflaskipt hérna í Garðabænum í kvöld. Já, þetta er hérna bara hörkuleikur og ótrúlega jafn og skemmtilegur. Og ég ætla að halda því til streitu áfram að þú verði sannspár og þetta verði 24-22. Já, það er allan að eins og staðan er núna, þá ef við heimfærum þá 60 mínútur, þá er það nokkuð nærri lagi en sjáum hvað það setur. Ég hugsa að Valsmenn séu nú alls ekki að fara að gefa þetta eitthvað frá sér. Og Sveit hérna og Anton, Alli og Sveit sækir á, hann er komin í skyttuna. Þetta var eitthvað skrítið. Það var kærulaust. Annað skipti hérna. Og Andri fær að fara óáreitur. Nú er stemningin öll stjörnumegin og fyrsta leiklið er tekið. Þetta er annað skipti hérna á stuttum tíma. Það sem eins og þú sagðir áðan, boltinn virðist hreinlega að vera heitur. Já, ég meina hvað var þetta? Þetta var skrítið. Þetta var hérna, hann tekur eitthvað svona stjörnuskref inn eins og sé að taka eitthvað körfuboltahreyfingu og býður og þetta var skrítið. Þetta eru tvær sóknir sem að Valsmenn hafa algjörlega að kasta boltanum frá sér glórulaust. En nú er það vantilega bara að fara út í róleitunum. Ég sýnist Gulli nú ekki vera minni dreðilegstur. Það er engin hárblásari. Nei, en það er engin ástæða til. Þetta er bara, þetta eru gæjar sem kunnulega handbolta og það er bara aðeins kannski að róa hlutina. Þú veist, þeir eru ómikið að
drífa sig og eins og þegar höndin fór upp á hann þegar Sveinn stekkur upp hérna eftir eina sendingu þeir eða geta tekið smá stimplun, boltan yfir og sótt svo á markið. Þeir eru að flýta sér svolítið mikið nú að þeir lenda undir. Vantar svona aðeins yfirvögun í þetta. Maður hreinlega spyr sig sko hvort að nýju reglurnar með leiktöfuna séu ekki... Ég held að það sé ekki allir klárir á því hvernig það virkir í praxis sko. Það er bara búið að heyrast. Þegar höndin kemur upp þá hefur þú samt 6 sendingar til að gefa en ég meina eins og ég sagði hann, hvað þú ætlar að bíða bara með boltan eða sækja sjálfur og veist, mega allir sækja með boltan og 6 sendingar, þetta er svona og áðan, ég held að einn sóknin hafi verið rosalega löng hérna á Val hérna í hérna var ekki Valurinn á þegar höndin var rosalega lengi Jú, það er rétt. Var bara uppi og uppi og uppi eða var það Stjarnan í fyrirháleik, ég man það ekki. Það var Valur hérna í fyrirháleik. Já, einmitt. Með athyglisbresti, ég veit ekkert hvað er fyrir þetta. En hérna, leikurinn fann að stað 15-13 fyrir Stjörnunni. Og þá kemur Ýmir hérna út, Ýmir og Orri hérna báður inn á. Anton Rúnars og Sveinn. Svenni er að... Hvað er að gerast? Jæja, hann var hérna heppinn að halda boltan. Hvað var Sveinn að gera? Þetta er í rauninni þriðja sóknin núna sem Sveinn er að klikka. Náttúrulega rétti Stjörnumönnum boltan líka áðan. Tekur skot, ótímabært skot hérna þegar höndin komin á loft. Já, allavega þessi þegar hann kasta boltan svona frá sér. Þetta er rándýrt. Þetta er rándýrt. Og nú er Atli Karl Backmann kallað til. Spilaði með Víkingi fyrra. Já, og er uppalinn hákáingur. Hann ætlaði ekki að falla, þess að hann fjall 2 ári röð með HK fyrir 2 árum og svo Víkingi fyrra. Hvað er að gerast hérna? Það er ekki bara Óli Gúss sem kann að skjóta fyrir utan í þessu Stjörnunni. Við erum að sjá það Guðmundur Guðmundsson með alvöru neglu. Hvað var í gangi hérna? Hann stóð bara á punktunum, þetta myndi á þegar ég sá Aron Pálmarsson í fyrsta skipti þegar hann var í 4. flokki að spila með ykkur 3. flokki í ykkur bikarúrslitum og hann var svo 6 metrur hluta punkta en hamraði upp í skeitin. Þetta var bara svoleiðis. Þetta var glæsilegt. Þetta var fáránlegt skot, fáránlegt skot. Kannski viðeigandi hann sé númer 24 eins og Aron var hjá Kíl. Já, og Anton Rúnarsson. Hinum megin er Anton Rúnarsson, minnir á að hann kann líka skjóta. Anton ætlar ekki að gefa þetta frá sig svo auðvitað 16-14. Anton með sitt 4. mark hérna og kemur stöðin í 16-14. Þeir eru ennþá 2 mörkum undir eftir 3 til 4 hérna, allavega 3 klaufalega sóknir á Val. En þeir ætla sér vantilega að bæta upp fyrir það núna. Það er komið stress í Þorstein, hann er bara staðinn á fætur hér. Ég komið svo mikið nálægt á að sitja. Sitjum við líka á skrítnum stólum. Það er vel varið á Linni Mortens. Ég held að varið með hann. Andri Hjartar að skora aftur. Andri Hjartar búinn að koma sterkur inn í seinni hálfleikinn með 3 mörk. Já, búinn að skora 4 mörk í heildina. Þetta er nú hugsalega getur verið víti hérna held ég. Bótaðan fríkast. 15 mínútur búnar, 17-14 í staðan. Stjörnumenn komni með 3 marka fórustu. Er gott að standa svona Þorsteinn? Það er ágætt, breyta til. Ég fyrir að elta þið bara á því þessu. Tökur síðustu 10 standandi. Ég tala nú ekki þetta að verða dramatíska lokamínútur sem þetta gæti nú alveg endað í. Það er alveg dett í svita hérna hjá mér. Ekki það við þurfum að upplýsa. Nei! Tæknimálinn að fara með Þorsteinn. Jæja, herru þá ætlum við að hætta að tala um svita og pæla í tæknimálinn Þorsteinn því að hann heldur bara á mikrofónum eins og söngvari. Jæja, það er allt að gerast. Vel klárað þarna, já Ýmir að skora þarna sitt 4. mark. Ég er að halda tæknimálinn í kvöldsins í yfirvinnu. Kemur þetta stöðunni í 17-15. Ég hef aldrei séð tæknimann umsjónamann leik stutt að gera svona mikið og ég hef stuttum tíma. Þetta er eins og að vera bara að passa lítið börn. Að vera með Þorsteinn í pössun hérna. 17-15, Stjarnan getur komist í 3 marka fórustu aftur. Óli Gúst hérna. Og hann skorar! Ólafur Gústafsson með sitt 5. mark. Já, stemningin er Stjörnumegin. Og 16,5 mínúta liðin að leiknum, 13,5 eftir. Atli Karl, Ýmir.
Á sagt á þetta Atli. Hann á að skjóta bara sjálfur. Já, þetta Atli og Ragur. Það er... Já, 2 mynda brott svona andra hana fyrir peysutók. Þetta var peysutóki sem að Einar Jóns baði minni fyrir áleika sem þetta eru dæmt á það, en þetta er rétt. Hann rífur hann í hann og fylgjur honum eftir. Já. Sjáum hvað verður, ég er svo að fíla hann að kynni hérna. Anton Rúnarsson. Hann er tekinn föstum tökum hjá Brynjari Jökli Guðmundssoni. Já, BVG, sterkur BVG hashtag, BVG 18. Ímir og Heiðar. Ímir aftur, Anton leysir inn og boltum bjótt. Og það er stöngin. Já. Herru munin á smellinum þarna og smellinum hjá Ólaðan. Þetta er smá munin. Þetta var svona, þægilegt svona. Já, þeir halda boltanum. Mér sýndist ég sá í smá glott hjá Óla þegar skotið fór í stöngina. Já. Það var Ímir, hann inn á Atla sem fer í gegn og Bubbi með góða markværslu. Vel gert Sveinbjörn Pétursson. Hann er búinn að eiga fáránlega góðan leik hérna, eða ekkert fáránlega, hann er búinn að eiga góðan leik. Búinn að eiga 2 mjög góða leiki undan þessum eftir hann kom heim og hann er að halda sig við það. Heyrðu, þetta var... Já, ég hefði nú sett allavega 2 mínútur á þetta. Kannski byrjaði að fá menn, báðir vera skaddaðar hérna. Ef þeir gefa ekki Brottusun, þá þurfa báðir að fara út af. Það ekki? Jú, ég hefði aldrei það. En það spurning eru báðir... Þeir þurftu að báðir að fara út af í 2 mínútur, nei í 3 sóknir eða ekki? Það ekki rétt með? Jú. Ef ég skil... En hann fekk 2 mínútur Brottusun og þá er enginn sem þarf að fara út af neitt, aukalega. Brynjar Jökull Guðmundsson getur held ég ekkert sagt við þessu. Nei, þetta var bara rétt og hérna... En já, regluna er það er að þegar það er refsing, gult spjald, 2 mínútur eða rautt spjald og með að fara aðhlynningu þá fer hann ekki út af, en annars fer hann út af í 3 sóknir, sá sem fara aðhlynningu inn á velli. Þannig að Valsmenn er þá núna einu fleiri í 2 mínútur. Nei, það eru 2 fleiri fyrir 1 mínútu viðbót og svo 1 fleiri í 1 mínútu til viðbótar við það. Nú þurfa þeir að vera klókir og nýta sér liðsmuninn. Valur verður að nýta sér þetta. Þeir verða að minnka þetta helst niður 1 mark hérna á þessu tíma. Og Heiðar, og núna skorar hann. Heiðar. Með sitt annar mark í leiknum. Nei, þetta er Vignir, þetta er engin Heiðar. Nei. Við erum í röglega, Vignir kom sér inn á bara núna fyrir örfáum sekúndu síðan. Og byrjar á því að skora hér staðinni 18-16, ekki 19-15 eins og stendur á töflunni. Það er lagfærið það strax. 18-16 og Stjörnumenn eru 2 færri í 22 sekúndur viðbót. Eru með 5 útileikmenn inn á. Taka Bubba aðeins úr markinu. Þurfa að vera skynsamir. Óli sækir aukakasti. Já, reyndi að taka hljóðið hérna bræðurnir. Það dugaði ekki. Það var eins og Víkingaklappið. Já, Við tökum Víkingaklapp eftir leik. Við 2. Og svo Óli Gúst. Og maðurinn kemur inn á, nú er það bara einum manni færri en höndin kemur upp. Aftur! Og enginn í markinu. Nú það Bubba taka sprættin. Mér finnst leikmenn oft vera of lengi að átta sig á því að það sé enginn í markinu. Hann leit upp, kannski samt hefði eitthvað varnarmann getað stokkið hérna fyrir en hérna þetta var rosalega skot, það hefur verið svakalegt ef hann hefur skorað. Ímir út í hornið á Svein. Og hann fyrir gegn. Já, Sveinn hafði greinlega gott að hvíldinni þegar hann kemur fárlega sterkur inn og minkar munin 1 mark hérna. Þeir eru að nýta sér þessa mínútu sem voru 2 fleiri mjög vel. Valsmenn ætla ekki að gefast upp. Nei, ég meina nú er þetta bara aftur og orðin hörkuleikur og búin að vera þetta hörkuleikur allan tíman. En þetta leit ekki vel út fyrir Valsmenn þegar að Stjarnan var komið í 3 marka fórustu. En einsmarks fór það 18-17 og... Stjörnumenn taka Bubba aftur úr markinu. Já, 10 mínútur eftir rétt rúmar. Við fáum hörku 10 mínútur, ég sé það alveg hérna. Það er bara þannig. Ari Magnús, hann gerur þetta bara sjálfur. Heppinn hana. Það er aukakast. Orri allt annað en sáttur við þessi ákvörðun dómarans að flauta aukakasti. Já, þeir svona aðeins að kýtast og samt svona, ég held að sé nú alltaf á léttunótunum þannig. Jú. Það er ekkert mikið að trillast yfir þessu svo sem. Stjörnumenn komnir aftur með fullskipa leið. Já, 7-7.
Þannig viljum við hafa þetta. Já, 50 mínútur liðnar leiknum, akkurat. 18-17. Óli Gúst. Á Ara. Hérna það bara ég, eru Atli Báru og Sverrir Eyjóls ekkert smá líkir svona andlitin allavega? Já, ég held að... Svona á að líta, er það skeggið eða? Já, ég held að sé skeggið. Já, vel gert hana hjá Guðmundi sem er að eiga flottan leik. Ég myndi að segja að Sverri væri aðeins svona burður að vexti. Já, ég er svona að meina bara svona andlit svona fallið, skilur við? Þetta er lumber... En skeggið gerir mikið fyrir þá. Hinn svo kallaða lumber sexual tíska. Já, ég er að pæla að taka mitt eftir leik bara. Að ég hef ekkert í þessum menn að gera. Jæja. Nýrakaður og flottur í bíó, ég minnist vel að... Já, eftir bíó, ég hef ekki tíma til að fara heim. Jæja. Herru, 21 mínúta að detta henni í gang. 19-17. Og klauvalegt hjá Antoni. Og vel gert hjá Svenna, setur boltan á línu, vinna boltan aftur. Þetta hefði verið hræðilegt ef að Svenni ekki náði þessu bolta. Hefði þetta verið enn sóknin. Það sem Valsmenn bara kasta boltanum frá sér. Þetta er rosa mikið af sóknum sem fara bara enda allan illa. Lindi í herbyggsunum hjá Valsmönnum. Já, eitthvað er það. Vekur athygli mín að það er ekki harpix svona dollur fyrir liðin, það er bara borð. Þetta er svona gammalt borð. Skólastofuborð. Já, svona pink og lítil óþægilega. Maður vill hafa hérna grútskítu og körfuna. Já, algjörlega. Valsmenn eru með hvítudólda harpixa, menn hinn er með stjarnan með EHF harpixið. Jú. Og Brottusen hér aftur á BJG 18. Þetta verður fara að trenda á... Jónas er að setja gult spjald inn á bekkinn, syns mér, eða hvað? Það er þetta þriðja Brottusenin, já. Þetta er þriðja Brottusenin hjá BJG 18. Já, hann er þá komið með reisupassanina, þrisvarsinnum 2 og já, þá þurfa hérna stjörnumenn að finna aðra leið. Þá fyrir Sverrir Eyjólfsson vantilega starra hlutökina á síðustu mínútunum. Jú, það er hárrétt. Ég myndi tippa það. Já, heimamenn eru 2 mörkum yfir, 1 manni færri, nú þurfa þeir að vera skynsamir. 8,5 mínútur eftir. Og Atli fær hér alveg pláss og... Já, ég held að Atli var klúður sem var búinn að ákveða að komast ekki í gegn hana. Gal opinn þegar hann fær boltann. Og hann verður með að taka, hann er fenginn í þetta hlutur til þess að taka skot. Atli kallir fýtt skotmaður og það er bara eins og hann vitaði ekki alveg stundum. Nei, en þetta var vel gert hjá honum. Já, hann kláraði þetta vel og hérna kemur sér í einsmaksleik. 19-18, 8 mínútur eftir. Sveinbjörn aftur, tekinn úr markinu og stjörnumenn spila á 6-6. Já, þetta verður fróðlegt loka kaflinn. Ararnir 2 komnir hérna fyrir utan hjá stjörnunni. Já. Og Ari Magnús með skot sem Bubbi þetta var kannski ekki alveg nógu vel ígrund og skot vel var hjá Hlynni Mortens en mér varst eitthvað fljótt við þetta, eitthvað fljóttvarnislegt. Já, þetta var svolítið ótímabært. Þeir eru manni færri. Ég heldur þeir geta valið betra skot. Samanlega því. Þá verða Valsmenn að reyna að nýta sér liðsmuninn, jafna leikinn. Já, Ímir og hann skorar, hann jafna leikinn. Hann er að setja sér 15 mark í dag, búinn að vera hrikalega flottur. Já, Ímir er búinn að eiga stórleik, bara flottur leikur. Skorar hérna 25% marka Vals, eins og staðan núna, rétt rúmlega. Og já, staðan er... 19-19, 7 mínútur eftir, við ætlum að fá leik hérna. Þetta er bara þvílíkt flottur leikur. Stemming í húsinu og allt að gerast. Já, þetta er fínt. Auðvitað vil maður fá miklu fleiri í húsið. Það var gaman að mæta á völlin, það er búið mjög gaman að horfa á þennan leik. Og auðvitað verður fólk að mæta, hérna eiga að vera 300-400 manns okkur minnsta leik. Sjálfsögðu. En eins og segir, það getur hugsanlega truflað að sé einhver fótboltaleikur. Búið að taka leikli hérna. En ég minna Valsarnir er ekki á fótboltaleik. Nei. Þannig að hérna, ég held að það sé engin afsökun það er bara að mæta ekki þetta. En hérna, við stjórnum því ekki, við erum allan að mæta hér að lýsa og við vitum að það er einhverjir heima að horfa og hlusta sem er bara jákvætt. Kannski við kíkjum á stöðuna eða leikjum. Endilega, á meðan staðan er 19-19 hér og leikli 40 sekundur eftir af því leikli sem stjörnumenn tóku. Þeir eru einu manni færri í 8 sekundur uppbót. Afturölding 23. Það verður að spila húið, heyrðu þetta? Það verður að spila húið á upptöku. Já, hvað segir það? Afturölding? Afturölding er svo mikið sem 23-16 niður gegn Fram. Já, 7 marka munur, gott. Haukar eru 25-23 yfir seinustu tölur. Já, alvöru leikur.
og Grótta er að slátra FH. Seinustu tölur þar 27-18. Ok, þannig eru tveir öryggi sigrar hjá Gróttu og Aftureldingu og hörkuleikur hérna Á Seltjarnarnesinu. Nei, er ekki hörkuleikurinn á Selfoss, er ekki Selfoss Haukar? Jú. Selfoss Haukar, 2 marka munur? 3 marka munur núna. Já, hvað mikið eftir? Það er 10 mínútur eftir þar. Já, ok, þetta er gaman. Hvað er þetta að vera að spila Stjörnuna og upptöku? Allt í einu er stemmingin í húsinu eins og það sé bara fullt út af dyrum. Já, það er allt hægt með tækninni og við þökkum Vallaþuli. Já, þetta er geggjað. Kærlega fyrir þetta. Hann er ógeðslega flottur. Herru, leikurinn fann að stað, 6:30 eftir, jaft og leikmenn liðanna báður, 7 í báðum liðum. Jú. Stefán Darri. Óli, hann! Nei, býttu nú við. Hvað gerist? Hann fær, hvað er hann slegin í andlitið? Hann tók allavega andlitið. Já, Einar bannar hann að fara inn á hann, hlúa að honum, þegar þá þyrfti hann að fara út af. Hann bannaði hann bara að fara, hann tók Mourinho á þetta. Hann bannaði hann að fara, hann sagði sestu. Það er harður húsbúndi. Já, þetta var gott, ég var að fíla þetta í tætlur. Ekkert væl hér. Ég var að fíla þetta í tætlur. Dómarinn gerði svona, Jónas, hann gerði hérna, tók hreyfinguna. En ég heldur að þau vilja fá okkar fyrir þetta, sýndist að fara í andlita á honum, en það skiptir ekki máli. Stjarnan komin yfir, Óli Gúst með sitt, 7. mark. Já. Óli Gúst með 6 mörk, hann er markahæstur, Ímir markahæstur hinn með 5. 20-19, 6 mínútur eftir. Og Anton Rúnarsson. Atli Karl, reynir að finna Orra þarna. Góð vörð til Stjörnumönnum. Já. Klálega. Anton aftur, vinna hann að 2 saman. Og Anton með skot á marki og Sveinbjörn Pétursson ver. Andri Hjartar, hann er komin 1 gegn Bubba og Hjartar skorar. 21-19. 2 marka munur, það eru 5 og 20 eftir. Gaman að sjá, Andri tekur alltaf sama fagnið, steyptur niður upp í loftið. Já. Og hann er önnur ótímabært skot aftur. Já, negla frá Atla sem fer í stöngina. Já, en vissulega ef hann hefði skorað, það verið gott, en með... Já, þetta eru 2-3 skot núna síðustu sóknir hjá báðum liðum sem hafa kannski tekið inn full fljótt. Nú er tíminn heldur betur farin að vinna með Garðbæingum, 2 mörkum yfir og með boltan. Klárlega. En það getur hellingur gerst á 5 mínútum í handbolta. Við höfum séð það oft. Já. Ari Magnús kemur inn fyrir utan. Stjörnumenn voru komin með 5 marka fórustu fyrir FH í sinnstum fyrir en glutruð því niður á lokamínútunum. Já, FH skoraði síðustu 5 eða ekki? Jú. Það er enda rosalegt. Þá er það Stefán. Vel spilað, Valsmenn vinna boltan eða hvað, já, haldunum. Og hann hlýtur að koma honum. Já. Sveinn gerir þetta nú vel, það eru 2 varnarmenn framan hann og hann er á púntalni, hann stekkur upp. Kemur leiknum hérna í einsmarksleikar 4:20 eftir. Þeir voru næstum búin að missa boltan af Valsmenn fyrst. Orri fleygði honum síðan upp í lofti með smá snúning. Þetta var vel gert Jóra. Já, mjög vel gert. Jæja, nú vilja Stjörnumenn fá góða sókn með góðu skoti. Þetta var ágætlega spilað, náðan boltinn bara dreif ekki alltaf leið á Sverri á línunni. Stefán Darri leysir hérna inn. Ari Péturs á Óla. Óli og Ari Magnús. Óli fyrir upp. Nei. Já, nú vinnar fínan tíma þarna. Vinnar fínan tíma Stjörnumenn. 3:40 eftir, einsmarksmunur. Stjarnan getur komist í 2 marka mun hérna. Mark hérna myndi gera mikið fyrir þá. Ari, þetta var klaufalegt. Hjá honum. Já. Og Valsmenn geta komið sér aftur hérna, náða að jafna leikinn. Já, þetta var klaufalegt. Maður vill sjá leikmenn á þessu kaliberi gera betur. Algjörlega samanlega því. Jæja, Orri kemur inn út. Ímir. Og boltinn á Anton. Ímir og Atli Karl. Valsmenn virðast stundum ekki alveg klárir á leikjörunum. Það er vítakast, hann er greinlega teig hérna. Ég held þetta að sé annað vítakast sem við fáum í þessu leik. Það hafa verið rosa fá. Já, það er örugglega rétt hjá þér. Það var Garðar hérna snemma í leiknum og núna fá Valsmenn til þetta. Síðan ekki söguna meir. Anton fyrir á punktinn. Upphaf og lok leiks.
Hann getur jafnað hérna þegar 2 mínútur og 40 sekúndur eftir. Og Bubbi. Hann jafnar leikinn. Anton skorar, Anton með sitt 5. mark. Valsmenn neita að gefast upp hérna og jafna leikinn á nýju. Þetta verða æsi spennandi 2,5 mínútur sem eftir. Já, ég sagði 24-22 fyrir leik. Sjáum hvort við séum eitthvað að nálgast það. Og Óli Gúst, Ari Magnús. Nú þurfa að skynsami með boltan. Þeir þurfa að fá gott skot á markið. Og Ari Magnús hamrar hann. Heyrir í vatninu. 2 mínútur eftir, 22-21 er staðan. Ari Magnús með sitt 3. mark. Ég er staðan upp, ég get ekki sittið lengur. Já, þetta er rosalegt. 2 mínútur eftir, 1:45. Þetta er að líða alltaf rætt, við erum að spila þetta 2:40. Anton á Ími sem fer í gegn og situr hann í slána. Ekki dæmt, Stjörnumenn vinna boltan. Hann vildi nú fá okkar, ég held að var þetta eitthvað? Nei. Nei, hann fekk frýtt skot held ég. Stjörnumenn ekkert að flýta sig núna. Nei. 1,5 mínútur eftir, tími vinni með þeim marki yfir og með boltan. Það er bara þannig. Það reyna væntanlega að teygja þetta alveg eins og þeir mögulega geta. Klálega. Og þá heyrist í Stjörnumönnum hér 1:10 eftir, Stjarnan mark yfir. Og hvað? En sko, þetta er aftur sem Ari gerir þetta. Þeir eru að tróða boltanum inn á línu. En svo að þræða tvinna í gegn nálar auða bara. Gengur ekki vel. Já, þetta er ómikið. Þetta er aðeins ómikið. 50 sekúndur eftir. Ég hugsa við fáum ekki stöðuna mín allavega, 24-22, en ég vil fá sigur samt í öðru liðinu. Mér finnst leiðilegt að fá jafntefli. Alveg sama hvort liðið það er. Valsmenn hérna. Fín vörn þarna. Fótur þetta hljóta að vera, hvað, 2 mínútur? Nei. Og þá taka Valsar leiklega þegar 33 sekúndur eru eftir þessum leik, Þorsteinn. Já, 22-21. Hvernig endar þessi leikur? Ég hefði haldið að Valsmennin vildi vinna og færu hraðar og reynda að skora og vinna svo boltinn aftur. Ég ætla að tippa á 23-22. Nei, ég ætla að segja 23-21. Ég held að Valsmenn hendi frá sér boltanum. Þeir eru svona 8 sekúndur eftir. Stjörnumenn upp í hraðaplöf, klára leikinn og Andri Hjartar fagnar upp í stúku. Tekur þennan. Tekur steypt að hnefann. Já, ég held það. Það er mín spá. 23-21 núna og Andri Hjartar setur síðasta naglan. En það verður gaman að sjá snöggt mark og svo fengjum við sókn í lokin. En Valsmenn, ég meina hvað ætlar að gera? Ætlar að spila út 20 sekúndur og svo reyna eitt skot, ætlar að skora snöggt. Þeir græði ekkert á það að skora snöggt. Úr því sem komið þá græði þeir ekkert á því, en þeir byrjuðu sóknina með 50 sekúndur eftir. Já, það er þetta rétt. Þá hefði þeir alveg getað að skora snöggt og unni boltan. En nú er það ómikið. Sjáum hvað verður, 33 sekúndur eftir. 22-21 fyrir heimamenn í mjög skemmtilegum og jöfnum leik. Ég geti trúið að við sjáum blátt spjald fara loft. Já, ég er alltaf til í bláspjaldið. Ég hef ekki séð það live gerast. Ég hef bara séð það í sjónvarpinu. Og Alexander, Anton. Sjáðu. Vignir. 18 sekúndur, hvað gerist? Það fer að líða þessu. Höndin er komin upp. Og Tvígrip! Hvað sagði ég? Komið! Hvað sagði ég? Þeir missa boltan þegar 10 sekúndur eftir. Ég trúi ekki öðrun að þetta sé komið. Hvað sagði ég? Sjá það! Fram með hann, skjótu! Hann fyrir gegn. Jú, það er staðfest. Stjarnan vinnur hérna stórglæsilega sigur í hörkuleik. 22-21 eru lokatölur. Já, hérna hér. Ófari Valsmann að halda áfram. Þeir eru í bölvuðu basli. Já, ég meina það, þú veist. Já, þetta er ekki nógu gott. Fyrir liðin svo Val að vera með 0 stig eftir 3 fyrir það hljóta að vera gríðarleg vonbrigði. Já, ég meina, þeir höfðu tækifæri í þessu leik til að snúa honum algjörlega sér í hag, en þetta Stjörnulið er stórgott handboltalið. Já, við tökum ekkert af Stjörnumönnum. Og þeir gerðu mjög vel og lönduðu sanngjörnu sigri hérna. Þetta var bara virkilega vel gert. Markahæstu leikmenn Vals voru Ímir og Anton Rúnarsson.
Ef þú ættir að henda á Man of the Match? Maður leiksins, ætli ég setja ekki bara á Sveinbjörn Pétursson. Hann var mjög flottur. Og sko Sveinbjörn Pétursson og auðvitað var Óli Gúst flottur. Mér varst eiginlega Sveinbjörn Pétursson og svo bara innkoma Andra Hjartar í þennan leik. Mér varst hann svona nýtti færi sér vel og skotir að skumma. En heilt yfir held ég verð að segja Sveinbjörn, hann verið nokkur krúsjál skot og dauðafæri og allt það. Ljóst að Valsmenn eiga svo mjög erfiðan leik fyrir höndum. Þeir fá Hauka í heimsókn í næstu umferð. Já, sem eru náttúrulega hrikalega sterkir. Það var líka verið að valda vonbrigðum hérna í byrjun móts. Já, sumir hafa gert svo djarfir að segja þessu með 2 byrjunarlið. Það kannski full mikið í lagt. En Haukarnir klárlega eitt allra best mannaða liðið og næst leikur verða Hauka-Valur, Valur-Haukar. Valur-Haukar. Valur-Haukar, ég meina heimavöllin hefur ekkert verið neitt sérstaklega mikið vígi fyrir Valsmenn undanfarna ár, þannig að þetta verður erfiður leikur og ég hlakka bara til að sjá hann. Og Valsmenn þar með 0 stig eftir 3 leiki, mæta Haukum. Já, ég skal ekki segja, en ég vona að þeirra vegna að þeir komi bara fárlega innstiltir í það verkefni. Nákvæmlega. Stjarnan mændi síðan Gróttu í næsta leik, en fyrir við ekki bara segja þessu loki? Jó, við bara Ingvar Örn Ákason og Þorsteinn Haukur Harðarsson sem kom seint úr hálfleik eftir klósettferð. Þakka bara fyrir sig. Tor Works, er það ekki rétt sagt hjá mér? Já. Ég biðst afsökunar á að halda tæknimönnum hér í Já, Þorsteinn er búinn að halda tæknimönnum hér í gíslingu, en bara stórskemmtilegur leik loki hér í Mýrinni, Stjarnan 22, Valur 21. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Takk fyrir.